velferðarstefnu Pírata. Ég heiti Albert Svan og við erum búin að kynna okkur reyndar fyrir þá sem að horfa eða horfa á síðar. Hæ, streymi. Hæ, streymi. Þetta svona meira upptaka, ég veit ekki til þess að nokkur ætla að horfa á þetta í streymi. Ok, hæ, upptaka. En já, þannig að í haust þá fór hópur sem að ég var í og nokkrir aðrir, fórum í gegnum allar stefnur Pírata, 104 minni með þessu, og reyndum að sameina stefnuatriðin í einhverja færri stefnur og ein af þeim var í rauninni svona velferðarstefna eða félagsleg velferð. Þannig að punktarnir sem eru núna á skjánum og sjást greinilega ekki í upptökunni reyndar. En það má setja þetta þá í link fyrir neðan upptökuna þegar hún birtist. Þetta er allt saman atriði sem eru nú þegar samþykkt hjá Pírötum, utan 2 sem að hafa bæst við núna í umræðinni undanfarið. Þannig að við erum í raun ekki að fara að finna hjólið upp á nýtt, en við getum notað tækifæri til að laga pínlítið. Fiffa til, já. Þannig að snúast betur. Þannig að þetta er í rauninni bara hugmynd af velferðarstefnu Pírata sem er þá byggð á nú þegar samþykktum ákvæðum og þá kannski fá þau endurnýjun lífdaga þessi ákvæði þegar þau verða samþykkt aftur. Þannig að hlutverk fundarins núna er að fara svona loka yfirferð og það má helst ekki taka á langan tíma og síðan að samþykkja að þetta verði sett í vef kosningakerfi Pírata. Þar sem að þá allir Píratar á landinu geta kosið með á móti. Og þetta er svona lýðræðisleg stefna Pírata að öll málefni þurfa að vera samþykkt í vefkosningakerfi. Allar stefnur sem að verða stefnur flokkins. Já. Það getum leitt út afstöður í minni málum út frá gildandi stefnum í einhverjum tilfellum, en til þess að geta tekið einhverja svona formlega stefnu fram á við þá verðum við að gera það svona. Já, og svo verða stefnunar, eins og allar stefnur Pírata, birtar á netinu og þá eru þær kannski með tvennum tilgangi. Annars vegar að kjósendur viti fyrir hvað við stöndum og hins vegar að þingmenn og kjörnir fulltrúar hjá sveitarfélögunum og borginni geti vita hvað þau eiga að gera. Eða þú veist, svona viti hvað flokkurinn vill. Hvað flokkurinn vill. Það er ekki alltaf hægt að verða við í öllu, sérstaklega ekki í meirihluta samstarfi. Sjálfsög ekki. Þetta er þá svona stefna. Það er að vita hver línan er og hvert maður ætti að reyna að íta bátnum þegar maður getur. Já. Og hvað er óviðsættanlegt að víkja frá. Hefur við að fara í gegnum? Já, ef við ekki bara byrja á því að fara í gegnum atriðin sem þetta eru þá 11 atriði í stefnunni og nafnið gæti verið velferðarstefna Pírata eða félagsleg velferð. Við þurfum eiginlega að ákveða hér og nú eða eftir hvað við ætlum að láta hana heita. Það er svona titill skiptir máli. Ég veit ekki sjálfur hvað mér finnst best. En allavega fyrsta ákvæði, það er í rauninni nýtt sem að Halldóra Mogensen, þingkona Pírata, stakk upp á. Það er að tryggja að efnahagsleg og félagsleg og menningarleg réttindi allra landsbúa séu í samræmi við samninga Sameinuðu þjóðanna. Mætti ég breyta orðalaginu og kalla allra íbúa landsins. Já. Það er fallegra orð. Flott. Og við kannski getum rætt eitt efnislega. Eigum við þá við alla sem að eiga hér lögheimili eða nær þetta líka undir þá sem að eru sem túristar, innflytjendur til lengri eða skemmri tíma og hælisleitendur? Ég myndi halda að vera allir sem væri á landinu. Já. Veit hvað það túristar ætti að vera? Nei, ég segi ekki túristar, en þú veist, þeir svo sem, en þú veist, ekki það, auðvitað vendum við þeirra mannréttindi að þannig með þeir eru hérna, en ég átta mig á því að ég bætti eitthvað tjókið, sko. En finnst það að þetta þurfa eitthvað, kannski bara nefni í greinargerð, bara það sem við eigum við alla sem að búa á landinu óháð óháð uppruna og ríkisborgararétt og stöðu ríkisborgararétt eitthvað svoleiðis. Já, í greinargerðinni. Já. Að hér séum að ræða alla sem eru með ríkisborgararétt og búa á landinu. Já, bara alla sem að búa á landinu óháð þeirra ríkisfangstöðu eða uppruna. Já.
flott, ég setja þetta í greinargerð. Og það er þá allra íbúa landsins í staðinn fyrir landsbúa. Og þá er það næsta, að lögfesta skal lágmarksframfærsluviðmið fyrir alla landsbúa. Er það þá aftur fyrir alla íbúa landsins? Ég finnst reyndar þetta orðalag virka betur hér, en ég myndi samt segja það. Já. Þá er að tala bara eitthvað. Hvað er að tala? Já, það er sem sagt lágmarksframfærsluviðmið er eitthvað sem að þarf að ákveða og það er lágmark sem að fólk á ekki geta fyrir. Þetta er rauninni fátæktarmörk og þetta hefur ekki verið skilgreint hingað til. Það er til óformleg gildi frá félagsmálaráðuneyti eða hvað sem það heitir eftir síðustu 10 breytingar. Velferðarráðuneyti, já. Og þar er gert ráð fyrir hvað það kostar, en það er ekki endilega formleg mörk sem slík. Og síðan eru lífeyrissjóðnir með einhver mörk líka sem þeir nota við sína útreikninga og svo eru til eitthvað fleiri. En það er ekki til neitt svona eitt sem segir bara að allir sem er fyrir neðan þessi mörk eru fátækir og þurfa að fá eru bara sagt skilgreiningu eru hjálparþurfi. Það er bara annarkvort eru ekki á launum sem eru viðsettanleg eða bæturnar eru ekki nógu háar eða eitthvað svona. Já. Þannig að þessi liður gengur út á það. Það eru bara skilgreina þetta og lögfesta. En þetta er ekki basic income ákvæði þannig. Þetta er bara spurning að skilgreina hver þörfin sé og svona þá hefur við bara skýrt hvar er henni ekki uppfyllt. Og það er til margar leiðir til að ákvarða þessa lágmarksframfærslu og við erum ekkert að skipta okkur endilega af því hér og nú, sko. Það myndi það bara vera þingið sem að finna leiðir. Ok. Tekið þetta. Ok. Númer 3. Tryggja þarf að allir landsbúar hafi aðgang að félagslegum stuðningi, heilbrigðisþjónustu, íbúðarhúsnæði og menntun við hæfi. Já. Ætti þetta aðtöða? Nei. Númer 4, einstaklingar sem hafa má ég aðeins fara tilbaka. 1 og 3 eru svona skyld, sko. Að allir eigi að hafa réttindi og síðan þá er það í 3 þarf að tryggja að allir hafi aðgang að. Þetta er eiginlega, sko, ég held að þessi ákvæði eru eiginlega algjörlega samhljóma. Það er eina sem þú tekur, það er menntun og húsnæði er. Já. Í fyrsta ákvæði er tekið fram að þetta eigi að vera í samræmi við samninga Sameinuðu þjóðanna. Bæta við annarri línu þar, tryggja ber öllum íbúum landsins aðgang að félagslegum, heilbrigðisþjónustu, íbúðarhúsnæði og menntun við hæfi. Bara fyrir aftan í fyrstu línu, já. Og þetta við hæfi, það náttúrulega segir ef þú ert túristi þá færðu eitthvað sem er við hæfi. Já, það er, við reddum þér í bráðaþjónustu en þú ert ekki endilega komin inn í örorkukerfið okkar. Til dæmis, já. Þannig að þetta geti reddast þannig að þá eru í rauninni bara samanlega þarna 2. Bara sikur vel á? Já, en var ekki mér skildist að það hefði verið umræða að setja skiptir svona í 2 af því að réttindi er ekki alveg það sama og velferðarþjónusta. Það er satt. Sko, ég er alveg sammála því. Mér skilst að Helgi átti að setja þetta fram til dæmis í ræðu á Alþingi 2013. Það sem að fært rök fyrir því að ég held að MPA-þjónustan ætti raunin að vera undir innanríkisráðuneytinu af því þetta er réttindamál, ekki velferðarmál. Ég reyndar sammála þessu. Þetta eru síðan liður hvað þetta varðar og það er eitt að tryggja grundvallar réttindi allra. En svo hitt þjónusta við hæfi eftir aðstæðum. Það er alveg munur. Já, og þjónusta sem þú veitir er ekki mannréttindi. Það er ekki mannréttindi þín að geta komist í frístundaheimili. Þannig séð. Þó að auðvitað viljum við að allir geti notið þeirra, þá er það ekki, þú getur ekki sagt bara að Reykjavíkurborg er að brjóta á réttindum mínum af því að barnið mitt getur bara verið 3 daga en ekki 4 daga í frístund. Við erum kannski lélegur þjónustuveitandi eða þannig, við erum ekki að brjóta mannréttindi. Þannig að þetta þurfi í raun að vera sitt hvor liðurinn svona. Ok, það veit það bara. Hafa þá í beinu framhaldi færa liðnum skipta lið 2 og 3, er það eitthvað? Ekki.
alveg sársaukalaust, sko. Gott að hafa gott flæði í svona stefnum reyndar. Nefnilega. Þá erum við komin í hvað númer 4 ættu að vera í það ekki. Jú. Einstaklingar sem hafa þörf fyrir sértæk meðferðarúrræði geta fengið þau sem hluti af heilbrigðisþjónustu. Það er í rauninni tekið á þessu líka í heilbrigðisstefnu Pírata. En þar er svona meira að fara inn á að þetta eigi að vera gjaldfrjálst. Ekki eða eigi að vera Það er kannski spurning að vera að tvítaka sig. Það má líka alveg stundum vorum við að gera þetta þegar við vorum að gera stefnu síðast. Að bara leyfa okkur aðeins að láta hlut koma fram í tveimur stefnum til þess að bara fólk væri ekki vafi það og þú lest bara þessi stefnu þá myndur þú sé það líka. Já, en þess vegna fórum við þess að vinna í sumar til að fækka tvítekningum. En þetta er samt að segja aðeins ólíka hluti, sko. Annars vegar að meðferðarúrræðin eiga að vera hluti af heilbrigðiskerfinu og hins vegar að meðferðarúrræðið og heilbrigðiskerfið eiga að vera gjaldfrjáls í hinni stefnunni sem að verður farið við seinna. Eru athugasemdir þetta fleiri? Og þá er það vímuefna misnotkun skal meðhöndluð sem heilbrigðismál. Ekki, væskjóttir eru. Já. Ég segja einstaklingar sem hafa þörf fyrir sértæk meðferðarúrræði eða sálfræðiþjónustu eiga geta fengið slíkt sem hluta af sinni heilbrigðisþjónustu. Er sálfræðiþjónusta ekki meðferðarúrræði? Ég myndi vilja að það væri skýrar allavega. Það er kannski bara í greinargerð. Já. En það er, við erum með heila stefnu að taka sálfræðiþjónustu inn í almenna heilbrigðistryggingakerfið. Já. Þannig að mér finnst alveg að það megi skýrskota í það. Sérstaklega ef að við myndum fjarlægja þá stefnu í kjölfarið að þessi verið komin sem einhvers konar... Er þetta kannski í heilbrigðisstefnu? Já, það er ekki í heilbrigðisstefnu. Já, ok. Þá þurfum við eitthvað að vera pælið í svo sem það. Það má setja í greinargerð, Já. Já, þá í rauninni, ef maður ekki nota þessar greinargerðir, þá er í rauninni 5. til að eins að færa þetta einu upp. Vímuefna misnotkun skal meðhöndluð sem heilbrigðismál með afglæpavæðingu og skaðaminnkun að leiðarljósi. Go! Elín og Unnar eru núna einhverjum hóp, svona málefnahóp einmitt þetta. Og Unnar er að gera undirstefnu þá við þessa stefnu hvernig það á að gera, eða besta leiðir. Besta mál, en þannig er svona yfir ákvæði sem er nú þegar samþykkt reyndar. Bara viljum við eitthvað hræra í því, sko, í samræmi við annað í velferðarstefnu Pírata. Ég ætla bara að láta vita að þú getur fengið alla í veröldinni nútildags til þess að samþykkja að skaðaminnkun sé góð hugmynd. En fólk setur spurningarmerki á afglæpavæðingu. Þó ég sé alveg sammála því, það er bara við vitum að það er meira edgy. Þú veist, fólk hikar meira við það. Já, og afglæpavæðing eins og við veitum er flókin líka. Það getur verið hluta til fyrir medikal eða fyrir heilbrigðisaðstæður og eitthvað svoleiðis, eða að fullu eða bara fyrir eitt líf eða fyrir öll. Fyrir mér snýst þetta bara aðalega það að við erum ekki búin til aðstæðu sem láta fólk sem er í slæmri stöðu automatík lenda alltaf í verri og verri stöðu eða þú veist, í staðinn fyrir að hjálpa þeim. Já, þannig að þetta færir yfir heilbrigðiskerfið. Það er einn ástæðan fyrir því að ég vil ekki sekta fólk fyrir þetta heldur. Ég vil ekki að endi fjárhagsvandræðum. Það er trúlega nógum fjárhagslegum vandræðum fyrir og það er ekki betra að þetta fólk fer að ræna 10-11. Nei, ég meina, það er þetta mjög. En ok, ég meina, eitthvað aðtóksemdir í þetta? Nei. Ok, þá segjum við þetta standi og númer 6. Bjóða skal fólki með skerta starfsgetu eða örorku upp á atvinnu, frístundamöguleika, heilbrigðis- og menntaþjónustu eftir þörfum. Þarna er búið að svona skella mjög mörgum hlutum saman í eina setningu. Eftir þörfum er svolítið vítt, væri kannski betra að segja við hæfi. Já. Við hæfi, já. Þörfum getur verið mjög mikið, þú veist, einhvern getur sagt bara ég þarf mjög mikla frístundamöguleika, ég þarf að komast á skíði í Aspen, sko. Eða þú veist, ég veit ekki, það er kannski, það er hægt að tegja það ansi vítt, sko, þó ég veit að það sé fáránlegt. Já, ég er alveg til við hæfi, en ég er samt að pæla... Það er líka hægt að draga svolítið mikið úr því á móti, sko, þú veist. Það er ekkert við hæfi að þú sért eitthvað hérna spókanduðum í sólinni á hverjum degi, eða þú veist.
En ég að pæla með atvinnu, er þá að tala að ríkið þarf að útvega þessa atvinnu eða er ríkið að hjálpa fólki að fá atvinnu út í... Það líka góð spurning. Bjóða skal fólki upp á atvinnu, já. Ég meina þetta til dæmis, ég get nefnt dæmi í borginni, við vorum með þjónustu sem ég man ekki hvað, það var fyrir minn tíma eitthvað vinnuflokkarnir eða eitthvað svoleiðis, það var í rauninni fyrir fólk komið geðrunarvanda eða þroskaskerðingu sem fékk vinnu við, það var að pakka einhverju ofan í kassa, eða það var að taka kassa og sem voru bara svona flatir og búa og gera, brjóta á saman þannig að þeir væru kassar og setja það eitthvað í það. Og það var bara vinna 4 tíma dag, hvernig það var, það var einhver laun fyrir það. Og svo í rauninni er reynslan í dag að það komið svo mikil automation í þetta að það var, þeir fengu ekkert að gera fyrir þetta fólk þó þeir væri bara, þeir vildi bara frí, borga bara launið þeirra, okkur vantar bara eitthvað svolítið fyrir að hafa eitthvað að gera og þau hafi eitthvað tilgang fyrir daginn og svona félagslífið og bara, og fólk var bara svona, nei, sorry, það er bara félag sem gerir þetta alltaf dag, það tekur því ekki fyrir okkur. Eða, það var, þannig að þetta dæmi, sko, er eiginlega svolítið erfitt í dag. Svona vinna við hæfi eftir þörfum, jafnvel með besta vilja, er bara svolítið erfitt að búa til. Sko, í upprunalegu stefnunni, þar stendur mun lengri texti, það er stefna sem er nú samþykkt, sko. Að bjóða þurfi bótaþegum hvort sem þeir eru öryrkjar, fatlaðir eða atvinnulausir upp á fjölbreytta atvinnu, frístunda og menntamöguleika. Tryggja þarf þó að enginn sé skyldaður til að nýta sér úrræðin, eitthvað svolítið. Þannig að spurning hvort að þetta náist nákvæmlega með þessari setningu hérna. Ég held að þetta sé alveg, ég held að hinn sé óþarflega ítarleg og löng, sko. Hún heldur áfram alveg í 5 mínútur. Ef ekki, já, ok, þá er þessi að minnsta kosti töluvert skárri. Ef ég segja, hvort vil ég segja eftir þörfum eða við hæfi eða eftir getu? Eftir þörfum, nei, við hæfi er kannski betra því að eftir þörfum getur líka einhver spurt sig eftir þörfum hvers. Já. En hver ákvarðar þá hvað er við hæfi? Ég segi, það er líka vandamál. Þetta getur verið vandamál í báðar áttir. Já. Og þess vegna skiptir líka mál að greinargerðin sé góð. Já. Væri hugmynd að segja eftir þörfum þess? Já. Það sem hugsaði þetta. Hvernig myndi þið orða þetta? Það er erfitt. Við þurfum svo sem ekki að túlka allt til þaula því að þetta fer fyrir borgarfulltrúa og þingfólk sem að munu þá gera sitt besta úr því. Sko. Já, og meina, þú veist, við myndum aldrei implementera þetta. Ég myndi alltaf skrifa bara stefnu sem að myndi vera samþykkt af einhverju ráði sem að væri bara velferðarsviði eða sviðsstjóra velferðarsviðs falið að útfæra tillögu að velferðarstefnu sem að byggist á þessu og þessu og þessu, eitthvað svoleiðis. Ég myndi aldrei skrifa hana út í þaula, sko, nokkuð tíma. Já, þannig að líklega svona þegar kemur að einhverju nothæfi þá skiptir akkurat nákvæmt orðalega ekki alltaf máli, sko. En það má samt ekki vera misskilið. Það er ekki bara að segja eftir þörfum, það bara, þú veist, eftir þörfum, Það var samþykkt að stefnan ekki, þannig að það er bara að standa. Já, og svo þessi með atvinnu, sko, hvort það er að vera búa til atvinnu eða leita atvinnu úrræða, ég meina það er svona, það er nokkurn veginn sami hluturinn kannski. Aðstoð við atvinnuleit eða upp á atvinnu, það er bara stundum, það er sumt sem að opinbera aðrar geta gert sem að meikar alveg sens. Og þess að það er alveg alls konar hlutir, grettistakið er alveg mjög sniðugt, það er að hjálpa fólki komast í svona einhverja litla vinnu og bara með mjög fyrirgefandi innan gæslappa aðstæður þegar þú mætir ekki bara því að þú bara þunglindi eða okkast að fá þér í hausíkjæðir eða eitthvað. Þú ert ekki rekinn fyrir það, þú kannski missir launin fyrir daginn en það er enginn að skamma þig úr í tætlur, þetta er bara venja fólk við að vera í rútínu og vinnu. Það er alls konar svona í gangi, sko. Og það er líka eftir kannski skapa aðstæður á atvinnumarkaðnum sem auðveldar fyrirtækjum að bjóða upp á hlutastörf. Að það verði raunhæfari möguleiki sem gagnast á öllum sem að... Ætti þetta þá kannski verið atvinnumarkaður? Já.
Eða byrja aðeins. Atvinnuúrræði. Upp á frístundamöguleika, heilbrigðis- og menntunarþjónustu, heilbrigðisþjónustu, menntun og heilbrigðisþjónustu, ég ætla að breyta því. Já. En eftir þörfum og stuðla að því að þeim sé í boði fjölbreytt tækifæri til atvinnu eftir getu. Já. Það mun skýrara. Og taka þá út atvinnu þarna frá. Já. Þetta nær kannski aðeins betur upprunalegu menningunni. Já. Reyndar þá kem ég að því alveg síðast í greinargerðinni að hugmyndin er kannski ekki hugmyndin er að þessi stefna komi í staðinn fyrir hinar stefnunar, en að leyfa hinum stefnunum að standa sem í rauninni hluti af greinargerðinni, eitthvað svoleiðis. Taka þeir inn í þessi litið á þessu hluta greinargerð. Já. Þannig að svona núansis í orðalagi, að það týnist ekki, sko. Ég vil samt reyndar segja, sko, bara út af því að óar við hvað það örugglega mikið þá af margar blaðsíður af lestri. Ég vil frekar hafa þetta skýrt svo fólk geti kynnt sér hvað við stöndum fyrir, sko, eða þú veist. Já, ég meina, sér þetta eftir að það er í rauninni greinargerð sem kemur hérna og svo bara neðst þá er tekið fram að fyrri stefnur, þær falla úr gildi en má skoðast sem hlutagreinargerð. Og svo bara ekki kannski alveg jafn bindandi og þessi, en svona þú getur séð vilja þeirra sem skrifuðu með því að skoða þetta. Já, og þær falla úr gildi og koma þá ekki í lista yfir gildandi stefnur Pírata. Það er allavega að prófa þetta. Þetta er tilraunastarfsemi hjá okkur svolítið. Like it. Svo er það næst 7. Bjóða skal fólki upp á, ekki upp á, heldur mest gertastarfsgetu eða örorku og skilyrðislausan örorku og endurhæfingarlífeyri ásamt óskertri félagslegri þjónustu. Hvað þýðir óskert félagsleg þjónustu? Það er... Spurning. Já, sko, núna til dæmis, eitt af því sem við ákváðum í innleiðingu NPA var að fólk sem væri til dæmis byggi í hjúkrunarheimili eða dvalarheimili fyrir aldraða eða eitthvað svoleiðis og hefði ellega rétt á NPA ætti ekki að vera allan ekki í forgangi með að fá NPA af því að það er nú þegar að fá svo mikla þjónustu og við getum bara gert marga samninga þá viljum við frekar láta þá fá það sem er ekki með neina þjónustu frekar heldur það sem eru nú þegar inn á hjúkrunarrými eða þannig. Þannig að þú veist, það telst að vera skert félagsleg þjónusta eða þú veist? Í rauninu myndi ég segja já. Já, ég er sammála og ég myndi líka segja ef við gætum farið þá í staðinn og sagt ok, þú færð ekki 20 tíma í viku eða 40 tíma í viku en þú getur fengið 5 tíma í viku eða þú veist, af því að þú þarft að þú veist, komast aðeins út og eitthvað svoleiðis en út af því hvernig þetta er sett upp í ríkið þá eru við ekki að reka NPA fyrir minna 15 tíma. Það er bara, þannig að þú veist, þetta er pínur svona catch-22 þarna. Já, ég sé þetta ekki í fljótu bragði í gömlu stefnunni hvað nákvæmlega þetta var orðalag þar. En ef ykkur finnst eitthvað að þessu þá getum við líka að laga það hér. Ég finnst þetta aðalega bara, ég veit ekki af hverju þessi lína er þarna. Þá velti ég fyrir mér sko hvort ég sé að missa af einhverju sem ég ætti að vita eða hvort þetta sé óskýr setning sem ætti þá að skýra. Eða, þú veist, við skulum bara gera það. Því að við viljum hafa þetta góða stefnu hérna í frá, hvernig sem gamla var. Þá ætti þá ekki bara að segja ásamt félagslegri þjónustu við hæfi? Jú, það væri flott. Sleppa þessu óskiptri. En það var það alltaf hver ákveður hver við hæfi en það er alltaf að fara að vera þannig hvort við er. Já. Þú veist, basically, svo þú vitir það, við getum aldrei skrifað neina stefnu sem við gætum, jafnvel þó að við myndum semja við Sjálfstæðisflokkinn að þeir myndu útfæra fullt af stefnu fyrir okkur og myndu borga 100 milljónir fyrir. Við getum aldrei skrifað það þannig að þeir myndu gera það eins og við myndum hafa það. Það þarf alltaf að
það þarf alltaf að fylgja þeim eftir, skilurðu. Það er aldrei hægt að skrifa þeim þannig að það séu bara skoteldar og við getum burstað höndunum og hugsa með hvaðna. Og jafnvel hlutir sem eru skotheldir ofsalega nákvæmir, þeim verður kannski breytt þegar það kemur í málamiðlunar samstarfið. Þannig að það er ekkert endilega gott að vera of nákvæm. Og svo stundum kemur ljós að þú vilt hafa sviðum. Þú veist, það kemur upp einhver ný típa af þjónustu sem þú vilt geta haft með, en er útilokuð af því að þú fórst niður í svo mikla dítela í því svo ákvæmst uppálega. Það getur alls konar svona gerst, sko. Það er erfitt að vera lifandi. Það er enginn af auðvitað að vera til. Ok, númer 8. Ríkið skal greiða allan kostnað við mat á örorku og endurhæfingu. Er það við endurhæfingu og mat á örorku eða við mat á örorku og mat á endurhæfingu? Því ég veit ekki hvað mat á endurhæfingu ætti að vera. Bara mat, eins og það varst þú sem varst að nefna þetta einhvern tímann í daginn. Mat á örorku sem dæmi, að þú þarft að borga einhvern hluta af læknaþjónustunni. Og það getur verið óviðstíganlegt í sumum tilfellum. Og þessi setning á að segja að það á enginn að þurfa að borga fyrir þetta mat. Fyrir matið, en fyrir endurhæfinguna sjálfa. Það er hægt að lesa þetta þannig að þú ekki að borga fyrir endurhæfinguna. Já, og mat á endurhæfinguna þyrfti þá líka að vera. Já. Og þá er náttúrulega matið á þessu hæði, náttúrulega það líka eða allavega einhverjum tilfellum. Við nauðsynlegt mat á örorku. Já, bara ríkið skal greiða allan kostnað við mat á örorku og mat á endurhæfingu. Já, það er ljótt en það virkar. Endurhæfingar þörf. Mat á endurhæfingar þörf, já. Allir sáttur við það? Meiningin er allavega að vantar á þetta. En að sleppa þessu mat og hafa bara mat á örorku og á endurhæfingu. Og endurhæfingu þörf, já, það er í rauninni. Það segir... Já, þá er það skýrara, því að þú... Ok, flott. Svo er það nýja ákvæðið sem að myndi koma með. Afnema skal eigna og tekjutengingar sem skerða húsnæðisbætur hjá öryrkjum. Já, sko, þetta er svolítið sérstakt. Það er tekið fram að þetta sé hjá öryrkjum. En þetta gagnast öllu lágtekjufólki sem þurfa þessar bætur. En, fyrirgeðu, maður skjóti nefnir það. Það er samt þannig að við viljum ekki búa til stefnu sem neyður okkur til þess að borga milljónurum út á Álftanesi fullar húsnæðisbætur þó þeir eigi 200 milljónur hús og skuldlaust, sko, eða þú veist. Nei. Við verðum aðeins að passa okkur að orða ekki of almennt, sko. Nei. Þá er nefnilega vandinn, sko. Eignatengingin er það sem mér líst verst á af þessu. En tekjutengingin, það þarf að laga hana, að skerða vegna atvinnutekna, það er eitt. En ég vil að lágtekjufólk njóti fulls eignarréttar, þetta eru réttindi. En sko tekjutengingin er þannig að það er ekki bara atvinnutekjur sem skerða mann, það eru fjármagnstekjur, innlánsvextir í banka þar með, desemberuppbót og orlof. Þannig að fólk er með því líka útiloka frá almennir bankaþjónustu og svo í rauninni hefði ég ekki viljað sjá neina skerðingar í þessu nema vegna atvinnutekna og mér finnst rétt að mörkin séu nógu há til þess að hægt sé að nýta frítekjumark á örorkubótum og ellilífeyri. Og þannig að til að ná þessu, þá eru kannski tekjutengingar ætti þá kannski að vera tengingar við innkomu. Tengingu við innkomu sem eru ekki atvinnutekjur. Já. Hvernig er þetta? Afnema skal eigna, sleppum aðeins eigna, en tökum bara fyrst afnema skal tekjutengingar sem skerða húsnæðisbætur hjá öryrkjum aðrar en atvinnutekjur eða fjármagnstekjur yfir frítekjumarki. Er það eitthvað? Og til þess að hafa á móti þeim öryrkjum sem eru milljónamæringar. Það náttúrulega fer ekki réttindi á húsnæðisbótum, væntanlega. Nei, ég er ekki endur að tala um sko,
Já, það eru kannski ekki mjög margir sem eru í þeirri stöðu, en það samt, þú veist, gerist nógulega, og þeir hafa eitthvað rétt af stuðningi líka, og svo það komið fram. Ekki endilega húsnæðisbótum, sko. Nefnilega ekki. En, ég meina, ef þú ert að fá húsnæðisbætur, þá væntanlega samt, nei, ég veit það ekki. En sko, það getur verið réttindi til húsnæðisbóta, það sé ekki skert. Já. Er þetta eitthvað? Þannig að tekjur, þú varst að skrifa þetta, já, að tekjur, nú er ég eitthvað upptökuna, að hún var að skrifa, hún Alexandra, að tekjur aðrar en atvinnu og fjármagnstekjur yfir frítekjumarki komi ekki til skerðingar húsnæðisbóta öryrkja. Að auki skuli eignamörk sem komi til skerðingar endurskoðuð og hækkuð. Til að... Bara endurskoðuð. Já. En þú veist, endurskoðun náttúrulega segir svo lítið samt, sko, ég reyna að koma einhver betra á það, því ég er ekki alveg tilbúin að kvarta það út 100%, sko. Þú veist, fólk sem að, ef við eigum 100 milljarða til þess að hjálpa fólki sem þarf hjálp, þá megum við forgangsraða þannig að fólki sem að þarf mestu hjálpina geti fengið mestu hjálp, þú veist, sá sem að á 50 milljóna króna einbýlishús, 100 milljóna króna einbýlishús, hefur aðeins minni þörf fyrir hjálpina hjá mér heldur en einhver sem að býr á götunni. Ég verð að mega aðeins gera á milli þeirra, er það ekki? Jú, en ef hann er á örorkubótum, hefur erft þetta hús eða einhverju svipuðum tekjum, hann á að geta átt að hann hlýtur að hafa sama eignarétt og aðrir í þjóðfélaginu. Það er rétt. En þú veist, við gerum þá kröfu flesta í þjóðfélaginu að, þú veist, þeir greiði eignaskatt og borgi, þú veist, fasteignagjöld og eitthvað lalalala. Og stundum er það bara þannig að ef þú hefur ekki tekjur yfir einhverju x marki, þá ættir ekki að búa í x dýru húsi, jafnvel þó að, þú veist, þó þú er rétt að gera það. Maður ræðir litlu það ef maður er við það. Já, maður getur selt það og fluttið eitthvað minna og notað mismuninn til þess að sjá fyrir sér, og ætla að borga af því. Gamla fólki getur ekki selt eignir sínar ef það á suma bústað. En þú veist, er það ríkisins að grípa þarna inn í? Ríkisins að grípa þarna inn í? Ég er ekki að segja að ég sé ósammálaðir per se. Nei, ég bara reyna að passa að við göngum ekki of langt. Já, aðalatriðið er að passa upp á þessar óréttlátar skerðingar, krónu fyrir krónu, í þessum tilfellum á húsnæðisbótum, að þær séu ekki að skerða réttindi einhverja umfram annar. Já. En, sko, ég veit ekki hverjir fengu bætur í gamla kerfinu. En ég veit það að ég fekk arf frá mömmu árið 2004 og ekki vona að ég eiga hann allan í dag, en þá mátti ég eiga peningana mína. Nú væri ég í vandræðum ef ég ætti þetta allt í dag, þá þurfti ég að snúa mig einhvern veginn út úr því. Ég minnir að ég megi eiga núna 3,8 milljónir þegar ég bý einn. Það var komið í rúmar 3,6 og enn minna í upphafi. En hann Smári McCarthy fór strax að skoða þetta þegar ég bent honum á þetta á Alþingi og hann hafði náð að nefna þetta við nokkra þegar ég hitt hann aftur. Þannig að hann er búinn að átta sig dálítið vel á þessu, sko. Þetta er eitthvað svoleiðis? Mörk á eignum sem komi til skerðingar
bóta verði endurskoðuð með það að markmiði að gera öryrkjum sem eiga eigið húsnæði kleift að eiga það áfram. Er þetta eitthvað? Þetta er til bóta. Ég er líka bara ég er líka þó það væri peningar. Ég skil ekki að þeir megi ekki eiga peninga. Það er þetta alveg rétt. En það er samt líka sko ef einhver kemur til mín og biður mig aðstoð og ég er að hugsa þetta kannski svolítið út frá borginni því að aðstoðin sem við veitum er sko neyðaraðstoð. Það er ekki þannig séð sem framfærsla. En þú veist, þú kemur ekki og segir þið verða að hjálpa mér, ég á 2 börn og við lifum á baunasúpu og getið aukið bænduna mínar, fjárhagsaðstoðina mína og við segjum að þú ert með 1,2 milljónir á banka. Já, það er mínir peningar, látið það fyrir. Það virkar ekki alveg þannig, sko. Þú veist, þetta er ekki alveg það sama, sko. Ég veit að húsnæðisbætur er ekki það sama, en ég er samt svona aðeins að hugsa, sko. Sko, þetta var ekki talið nauðsynlegt einu sinni eða hvað? Nei. Það er eins og allt þetta, en hvað segir við? allar skerðingar í bótakjörum hafa verið að byggjast upp. Já, ég hefur kannski bara að hafa þannig að veist, eignir komi ekki til skerðingar húsnæðisbóta. Er það of stórt? Ég hefði haldið að það væri ekki of stórt þegar það var ekki í gamla kerfinu. Ég veit ekki af hverju það þarf núna. Ég einhvern veginn, ég er svolítið ósvörður, Alexandra, með að ef þú átt 1,5 milljónir inn á bók og þú vilt ekki þurfa að eyða þeim, þú veist, þú ert ekki að fá nógu mikið per mánuð því að þá mun eina sem mun gerast er að þú munt eyða þeim og svo þarftu aðstöðuna. Já. Og það er gott að fólk geti náð að spara sér. Já. En þú veist, það sem ég er að tala mitt sjónarhorn núna er, þú veist, þegar við erum að taka fyrir sérstakar beiðnir meiri styrk hjá fólki sem er með kannski bönsinn á bók. Þegar þetta einhverjum uppákomum. Og maður svona, af hverju eftir borgin, það væri voðalega fínt að maður á 1,2 milljónir að þurfa ekki að eyða þeim þegar eitthvað kemur upp. Það hætti öllum. Af hverju er það okkar mál að gera að þú veist, koma inn þannig fyrir, þú veist. Þú ert með sparnað, þú gæti komið fyrir þessu. Af hverju ættir þú að sleppa við að eyða þín sparnaði í þetta sem gerðist meðan allir sem lendi því að bíllinn þeirra bílar og þeir eiga fyrir að gera bara við hann, eða þú veist, þannig. Það er ekki... Ég er svolítið bara að hugsa einhvern veginn ef þú ert að reyna til dæmis að spara fyrir þarna. Sko, framfærslustuðningur sveitarfélaga á ekki að vera þannig að þú getur eignast sparnað þannig séð á hann. Það bara, það væri þetta voðalega fínt. En það er bara, þannig er hugsað þessi neyðaraðstoð ekki sem staðgengi til launa. Það er bara til þess að fólk Já, ég veit ekki. Ég er svolítið á því að fyrsta útgáfan hafi verið svona almennari og kannski skárri. Ok, eigum við, ok, bara... Það náttúrulega eftir að útfæra þetta, en fyrsta útgáfan er almennari. Já, og þá er útfærslan í höndum þingmanna og annarra, kjörinna fulltrúa. Ok. Ég ætla ekki að hreyfa frekar í mótmælum, þetta er búið að ræða þetta og ég held að við getum alveg verið sátt við þetta. Ég er alveg sammála því að þú ætti ekki að búa til kerfi sem að sígur yfir tíma allt sem að öryrkjar eiga inni eða þú veist allir bara jafnlangir. Nei, það er nefnilega nákvæmlega það sem þetta er eins konar fjárhagslegu öfgakommunismi í boði sjálfstæðisflokki. Ég held að hann sem gerði aðrir með honum í stjórn líka. En sko... Það er sama hvaðan vont kemur eins og að segja. Jú. En ok. En þá var líka spurning sko, af hverju er maður að hjálpa þessum að halda út í sín eigin húsnæði ef að þessi hérna fær bara félagsíbúðu eða þú veist. Að þeir vilja búið í sín eigin húsnæði, það er ekki alltaf svo hefnir erfaða. Nei, hins vegar, það hljóta allir að þurfa að geta lifað af tekjum sínum og sumir þurfa hjálp til þess, en ég hefði haldið að rætt að njóta fulls eignarréttar. Já, en þú veist, á móti getum við bent á fólkið svo í hruninu sem að vildi ofurlega mikið stuðning til að geta haldið í stóru 200 milljóna króna húsin sem það keypti fyrir einhver verðbréf sem að
höfðu aldrei raunverulega verðgildi sem þeir voru að spila braska með, sko. Fullt af einhverju fólki sem bara var komið í lifnað sem þeir áttu aldrei raunverulega forsöðu til að standa undir og vildu svo fá ríkisstuðning til að geta haldið því áfram. Og maður var svona, þú veist, jú, auðvitað fólk með börn ekkert að fara á götuna. Stundum má maður segja að þið eruð að búa í stóru húsi með ykkar tekjur, þið verðið að endurskoða það. Það var náttúrulega yfirleitt ekki öryrkjar. Nei, ég veit, skilur, ég bara þetta í huga að það mætti kannski setja svona varúðarúrræði hérna fyrir aftan. Hjá öryrkjum, þar sem við á. Nei, ég ætla ekki að vera agnóst í þessu, ég treysti alveg fólki sem er að túlka þetta. Ég vildi bara svona aðeins að koma því að framfæða þetta væri ekki alveg einhlítt, þó að við séum alveg þannig sem sammála markmið. Það er aldrei neitt einhlítt, sko. Þannig að þá höldum við áfram. Bjóða skal einstaklingum undir lögaldri að taka þátt í félags- og skólastarfi óháð fjárhag foreldra. Ég eiginlega vil gera athugasemd við þetta líka og ég átta mig á því að ég verði hundleiðileg. Já. En þetta er bara í stefnu Pírata, þannig að við erum ekki að taka það út, en við getum rætt það, hvort þetta sé viðeigandi eða hvort það eru breytingar. Já. Eitt sem að ég tók eftir, af því að við vorum að ræða stefnu þetta í skóla- og frístundaráði daginn í frístundaheimilum og félagsmiðstöðum. Og það sem kom fram er að krakkar eru að eyða kannski á bilinu 700 til 1500 krónum á mánuði í svona frístundastarf. Það er þá, ef það er haldið pilsupartí í félagsmiðstöðinni eða eitthvað svoleiðis. Það er svona cirka 1000 kall á mánuði. Og þið er þá sem vilja taka þátt í því. Og rökin sem við heyrðum, sem meikar alveg sens, er að það er svo erfitt fyrir félagsmiðstöðin að hafa þetta sem fastan útgjaldalið af því að það verður svo fljótt aðkallandi að nota í eitthvað annað eða þannig og ef þetta er það litlir peningar þannig sem væri borgin alltaf tilbúin að láta auka 15.000 kall eða eitthvað fyrir pilsupartí ef það væri málið en þá þarf að fara svo langa bjúrókratiska leið að sækja peninga og það einhverjum punkti nær það efri mörkum þar sem bara getum ekki lengur veitt meira í það og að segja frá krökkunum nei, þið megið ekki koma inn með 500 kall á mann og panta pítsur bara af því að það er gegn stefnu borgarinnar í frístundastarfi. Þú veist, það eru búin að bjúrókratisera svo mikið hluti sem geta verið spontaneous og krakkarnir eiga geta og fólkið í félagsmiðstöðunum á að geta fundið svolítið með sjálfur sér. Ef ekki að halda bíókvöld og grilla pilsur eða eitthvað, þú veist. Það þurfum ekki að fara í gegnum sækja fjármagn hjá sviðinu leiðina til þess að það geti orðið að raunveruleikanum. Það er það sem er vandamálið. Að þú getur haft visst frelsi til þess að bæta aðeins við og gera eitthvað smá án þess að fara alla umsóknarleiðina inn í kerfið. Ertu með hugmynd að öðru orðalegi? Þarna stendur náttúrulega félags- og skólastarfi sem er mjög víðtækt. Já, skólastarfi náttúrulega. Sem er náttúrulega á að vera niðurgreitt eða fullgreitt í rauninni. Þarna... Erum við alveg vissum að vilja Ég vil það ekki, sko. Fara í næsta frá 9? Ég eiginlega, sko, ég reyndi að koma með ég reyndi töluvert að koma með uppáslungur af breytingum og ákvað að vera ekki eini leiðilegi fyrirtinn á þessu fundi og hægt að ráðlega. Segðu mér hvað þér finnst liðið númer 9. Sko, mér finnst vont ef það er í stefnu okkar, eitthvað sem sem verður þá raun og veru notað gegn okkur og verður notað til að tala þetta niður og er ekki tilgangurinn. Tilgangurinn með þessu er að fólk í svona venjulegum tekjuhópum sé ekki að skerðast út af þessu. Já. Það er eitt, sko. Það er tekið fram að þetta sé hjá öryrkjum. Já. Það er alveg til öryrkjar sem eiga peninga eða eiga ríkar fjölskyldur eða eiga kvóta eða þú veist. Það segir bara látið fólki. Ég er með talsvert hærri tekjur en meðal öryrkja. En þú átt þá ekki rétt á húsnæðisbótum eða eitthvað? Ég á rétt á þessu, en ég á líka pínulítið á sparnaði og saman þá ekki rétt á neinu. Ég myndi segja að til dæmis þá... Ég meina, er líka annað, af hverju bara öryrkjum? Af hverju ekki bara fólk sem er fátækt og er að reyna að spara og getur það ekki, eða af því að það hefur lágar húsnæðisbætur
og það er bara að borga á lánunum sínum og er á kannski miðlungslaunum, 400–500.000 eða eitthvað, en kannski bara að borga miklum lánum eða er ekki að ná að spara sér upp og er ekki að fara í dólar miklu húsnæðisbætur. Ætti það ekki að hafa rétt að bara herri húsnæðisbótum til þess að geta byrjað að spara sér upp? Breyta það verður ekki með lágtekjufólk. Það þarf einmitt að taka á því. Það er fullt af fólki með svona háar tekjur sem borga allt í leigu og lán og þá lítið meir eftir mánuðin en öryrki. Ég heyrði eitt sem var með 1.000.000 á mánuði og átti ykkur 600.000 kall eftir skatt. Hann þurfti að leigja stóra íbúð á 300.000 kall á mánuði. Hann var ekkert að fara að komast út af leigumarkaðnum. Þetta var ekki ríkidæmi. Og það þarf að taka á þessu vandamáli með einhverjum öðrum hætti en hátt leiguverð er stór hluti fátæktavandans og það verður kannski helst ef eitthvað væri hægt að gera í því. Ég veit ekki hvernig á að fara á því. Eitt sem ég veit er að það að hækka húsnæðisbætur flatt er yfirleitt bara að fara að renna beint út í leiguverð. Ég er eiginlega verða kannski koma með þann fyrirvara að ég náttúrulega er eiginlega á móti svona þessari aðferð í grunninn, húsnæðisbótum og vaxtabótum. Ég líka. Ég myndi frekar vilja sjálfur að þetta fjármagn væri nýtt í þessi leigufélög eða eitthvað svoleiðis eða niðurgreiðslu á vöxtum til félaga sem er ekki að starfa með hagnaðarsjónarmið, af því þá ertu búin að búa til langtímalausn. Þetta finnst mér vera nefnilega plástralaust. Þetta er plástralaust. Það er hræðilega erfitt að ætla samt að ég viðurkenni það að taka hana út, af því hvaða flokkur sem myndi lofa því að afnema vaxtabætur og húsnæðisbætur myndi sennilega fá 0% fylgi. Alveg sama þó hann segist alltaf að búa til einhverja langtímalausn. Þá myndi það alltaf þurfa að hljóma í stað húsnæðisbóta komi vaxtabótakerfið. Ég myndi frekar vilja allavega að þegar ég sett nýtt fjármagn, þá sé að sett í hitt kerfi og þetta sé látið deyja hægum dauða. En ég finnst samt að það sem að pirra mig við þetta orðalag er kannski að þetta sé svona draumórakennt. Þetta sé svona svolítið öfga orðalag. Basically, þetta er aldrei að fara að gerast og þetta er að fara að setja alla Pírata á þingi sem er að reyna að semja við aðra flokka í mjög erfiða stöðu. Já, það er það sem ég er að spá. Það er nú það þegar á þingi, Píratar og væntanlegri líka, að tala að afnema krónumóti krónuskerðingu almennt. Þetta er hluti af því verkefni. Það er rauninni allt annað. Þetta er samt hluti af því kerfi. Þannig að vera að afnema krónubótum. Hvernig væri samt bara að segja að bætur á skerðingar á bótum vegna tekna eða eigna dregið skal úr tengingum tekna og eigna á skerðingarstöðu bóta. Prófa að skrifa það. Við erum að sjá þetta. Já, ok, við skulum sjá. Afnema skal eitthvað til að skerða húsnæðisbótur vegna til dæmis örorkulífeyris. Já, eða segja bara afnema skal krónumóti krónuskerðingu almennt í samfélaginu. Tryggingastofnun hafi til dæmis ekki áhrif á. Eitt sem að ég hef lent í, mér langar að afnema krónumóti krónu í því sem hún er hjá borginni, en ekki eins mikið hjá ríkinu, en það er samt á vissum stöðum. Og ég vil reyna að afnema það, en það er búið að benda mér á að það geti leitt til alveg huge ormagrefja. Basically, ef við myndum afnema makaskerðinguna, þá myndi það leiða til þess að bara allir heimavinnandi feður og mæður, þó þeir séu það bara á algjöru vali, þó að bara makið þeirra á flugfélagi eða eitthvað, gætu komið strax inn og fengið fulla framfærslu ef að það er engin tenging, Þannig þá mér að benda að það væri þetta að hækka í staðinn fyrir að taka stuðlinn út að gera hana tveimur. Bara leið og hjónin eiga meira heldur en stuðlinn í samanlagt og hvernig sem það er unnið inn, þá er skerðingin komin. En upp að því þá þurfur ekki að vera skertur í bótunum út af makanum. Þetta væri til dæmis eitthvað. Ég náði þessu ekki alveg. Já, ok. En við erum komin út í mjög víðtæka pælingar núna. Þetta er allt annað mál, bara svo það sé á hreinu. En heldur en þetta.
Þetta er húsnæðisbætur. Þannig að við kannski að reyna að halda okkur við efni að því að tíminn... Hvernig myndir þú orða þetta, Rúnar? Nú liðum við 9. Ég sammála þér að basically ef að þetta færi svona til kosningakerfi þá gæti ég þurft að fella það í mínu atkvæði, sko. Sko, ég myndi sammála. Ég myndi segja, það sem við erum að horfa á er að, sko, í dag þá séu við svona, kannski 30% sem eru ekki að lenda í skerðinu. Ég veit það, ég er bara svona að segja, það er Já, mjög ég held að það sé talan. Ég sá það hjá. Sástu það? Já, hjá henni hérna í pósti frá henni, hvað heitir hún, formaður Öryrkjabandalagsins um daginn. Ok, en við myndum kannski vilja að það færi í hina áttina, það sé kannski 70% sem lenda ekki í skerðinu. Þannig að þú veist, við erum samt að tala þá bara að draga verulega úr. Myndu þið samt ekki að dregið skal verulega úr eigna- og tekjutengingum til skerðingar húsnæðisbóta? Já, ég held að það væri hugmynd. Hins vegar er ég persónulega mótfallinn eignatengingu á velferðarþjónustu almennt. Því eignaréttur lágtekjufólks er í dag ekki jafn sterkur og annarra fyrir lögum. Þó maður hefði haldið að hann væri það samkvæmt ýmsum núgildandi lögum. Það er rétt að það hefur samt alltaf verið þannig að það er fasteignaskattur og þeir sem geta ekki borgað það endar að missa fasteignina sína. Það var þannig árið 1910, skilur. Já, þetta virkar eins og eignaskattur, en skattur er ekki það sama og skerðing. Svo ef einhver fengið 10 milljóna happdrættisvinning, þá er þetta verri en einhver eignaskattur, hann tapar öllu sem hann sparar í banka, þangað er eftir það sem ríkið skaltar honum, það er ekki neitt. Og þá verður það að snúa sig út úr í. Það eru fáa löglega leiðir til þess. Þannig að, sko, fólk er útilokað frá almennri bankaþjónustu. Ég tel það brot á viðskiptafrelsi. En það er mín skoðun á þessu, en það þarf bara að skoða þetta betur og... En erum við sátt við þetta sem það vissa málaminn, ekki við erum ekki alveg svona? Nei, já. En hver var að nefna áðan að það væri annað lágtekjufólk? Já, það ætlar ekki verið þessu, það er ekki þeim, það er bara atvinnustefna hjá velferðarkerfinu. Í rauninni ekki, sko. Ok. Ekki ef það er með atvinnutekjur og er bara... Nei, ég meina, já. Er bara að lifa lífinu og það bara væri til í að vera pening, þá er það ekki beinlínis velferðarmálum, sko. Ég myndi frekar vilja sjá, eins og ég segi, Pírata einbeita sér að því að þeir séu með stefnu þar, það sem tekið á því í leigustefnunni að vandamáli sé leyst til langs tíma og sé gefið í húsnæðisstefnunni en ekki að gefa í plásturinn. Frekar að hætta plásturinn smátt og smátt. Ég er rosalega sammála. Ég er eiginlega sammála því. En lefum þessum plástur að vera. Þetta er plástur sem verður að vera. Svona first aid kit. Við myndum aldrei komast upp með að ganga skemmur en þetta. Ok, þá fyrir við næsta. Bjóða skal einstaklingum undir lögaldri að taka þátt í félags- og skólastarfi og háð fjárhag foreldra. Og þetta er í rauninni úr gamalli stefnu sem er nú þegar samþykkt, þar sem stendur að tryggja skal að einstaklingar undir lögaldri er rétt á því að taka þátt í félags- og skólastörfum og háð fjárhag foreldra. Þannig að þetta er næstu því sama orðalag. En sko, núna til dæmis, ef ég má lýsa hvernig grunnskóla máltíðir eru. Það er sér þannig að grunnskólabörn, eða foreldrar þeirra borga fyrir grunnskólamáltíðir. Og það er hægt að sækja styrki hjá velferðarsviði, sem ekki á skólafrístundasviði, heldur í velferðarsviði, til þess að niðurgreiða þessar máltíðir ef þú ert með ákveðið lágar tekjur. Og það er ágætt að vera farið sem vandamál. En það er allir sem gera það. Og svo eru sem halda með þið geti borgað og geta það ekki og enda á að komast í einhver töluverða skuld. Og það er hægt að sækja að sú skuld sé fellt niður og það er oft gert en það er ekki gert sjálfkrafa. En það er hins vegar þannig að börnum í skólanum er aldrei neitað mat í matartíman, hvernig sem var skuldastaða foreldra þeirra við kerfið orðið. Og sko, ég myndi vilja formgera þetta vissu leyti meira heldur þér, en mér finnst það samt ekki endilega sanngjarnt að segja að þetta sé einhvern veginn ósanngjarnt. Það er hægt að fá niðurgreiðslu á þessu, það er alveg tekið til þess þegar skuldir orðin eitthvað slæm og reynda að vinna með þeirra annarkvort borgara niður í áfengum eða fella niður hluta eða eitthvað lalalala. En það er ekki alveg, sko, það myndi kosta 2 milljarða á ári að fella niður gjöld fyrir skólamáltíðir í heild sinni. En það er ekki verið að segja það. Það er bara verið að bjóða skal upp á þetta
óháð fjárhag, sko. Já, en sko, þá er það spurning, sko. Hvort það fellst í niðurfellingu eða niðurgreiðslu eða bara Og meina, svo finna sveitarfélögin úr aðeins. Já, en sko. Ég myndi segja að þetta væri að uppfylla þetta. Já, en svo er líka bara, þú veist, hvað á bara að ganga langt? Frístundaheimilin, þau kosta. Já, við ætlum bara að ganga þetta langt að það sé ekki fjárhagur foreldra sem eiga að stýra velferð barnanna í skólanum. Og svo er það bara sveitarfélagana að útfæra það. Já, eins og ég segi, það er ekki allir sammála hvað áhrif þetta myndi hafa. Verðum við að bjóða tekjur á foreldrum upp á 100% styrk til að fá frístundaþjónustu eins og þið vilja? Það eru bara pólitíkin í bænum. En myndi ég þurfa að koma inn í þær samræður með þá afstöðu að Píratar vildu fá það 100% niðurgreitt? Við vilja nú þegar, við erum ekki að breyta neinu, sko. Þetta er nú þegar stefna Pírata. Sko, niðurgreitt 100% er ekki það sama og að fjárhagur ráði í. Nei, þannig er ekkert verið að tala um að niðurgreiða 100%, bara bjóða einstaklingum óháð fjárhag foreldra upp á sömu hluti. Það eru allir sammála í borginni núna allir sammála um það að reyna að halda þessu í lágmarki. Já. En það er ekki besta nýtingin okkar á peningum að fara með það niður í 0, ekki eins og fyrir alla. Það er ekki verið að biðja um það. Nei. Okay. Ég held að það sé hugsað í hináttina frekar. Er það ekki? Ég myndi túlka þetta miklu frekar sem að það sé verið að bjóða upp á niðurgreiðslu þegar foreldrar eigi nú. Já, það er rétt. Ég verð ekki of. Það æsa þig aðeins svo mikið. Ég er ekki að æsa þig. Já. Og það er heldur ekki að eiga við að þeir sem eiga meiri pening eiga þurfa að borga meira, sko. Þannig að þetta er bara svona almennt verið að benda á að fjárhagur foreldra á ekki að skipta máli þegar það kemur að réttindum barna. Ef að leyfa þess að standa. Þá er það síðasta atriðið sem er öll lín- og námslánastefna Pírata komin í eina setningu. Tryggja skal öllu námsfólki 18 ára og eldri sem er í framhaldsnámi skilyrðislausa grunnframfærslu á meðan á námi stendur. Námslán fyrir skólaskjöldum skulu vera aðgengileg á hagstæðum kjörum þeim sem þess kjósa. Þetta er í hnotskurn námsframfærslu stefna Pírata. Komin í eina setningu. Ég held að þetta sé frábært, en það er ein pæling. Það er hægt að lesa þetta eins og þetta gildi bara fyrir þá sem eru 18, 19 og 20 ára og eru í framhaldsskóla. Gildir þetta ekki fyrir þá sem eru í háskóla líka? Framhaldsnám? Það hljómar eins og þetta bara fyrir framhaldsskólana. Þetta kemur ekki staðar fyrir lín? Jú, þetta er línstefna, sko. Já. Framhalds- og háskólanám. Það er líka háskólanám. Já, það er bara að það myndi kannski, ég hugsaði líka ekki háskóli, sko. Já. Það fólk myndi ekki skilja það. Það er ekki að tala um stúdenta, sko. Ok, framhalds- og háskólanámi. Það er það ekki. Ef það er það svo Já, það er nú þegar samþykkt, sko. Já, menn þessi er ég alveg sammála. Þetta er... Nei, hvað? Breyti? Getum það ef endilega viljum. Þetta er svo skæður. Pælingun sko, núna bara að bæta í það sem fólk vil bæta í og nokkurn veginn halda þessu svipuðu, þú veist, nema að það væri eitthvað svona rosalegt bara tæklegt atriði, eitthvað svona, þú veist, orðalag og en einmitt núna erum við að reyna ekki að fá fólk eitthvað svona, nei, ég var sammála þessari stefnu, ég ætla að fella allt út af því að, þú veist, við erum bara að reyna að fá þetta, þannig er orðin að 15 stefnur. Já, svo getur við farið að berjast. Já, í staðinn fyrir 4-5 stefnur, þá er komin ein stefna sem hægt er að breyta eins oft og fólk vill síðan. Já, bara að það breyta greinellu og... Skólagjöldum og námsgögnum skulu aðgengileg. Er það ekki? Jú. Það getur alveg verið að ef það ætlar að fara í kokkinn eða eitthvað svoleiðis, þá séu námsgögnin aðeins dýrari og þú getur námslán fyrir því. Já. Ég er að fara í pípulagninga þjónustu nám. Þetta að kaupa pípurnar sjálfur? Nei, það er að kaupa all vinnuföt. Vinnuföt, já. Já, það getur alveg verið slatti. Eru vinnuföt námsgögn? Já. Það er það sem ég þarf fyrir námið allavega. Það er það. Já. Þetta stendur ekki í núverandi stefnu en þetta er bara í þeim anda, skólagjöld og önnur útgjöld heldur en grunnframfærslan, sko. En ég
mjög mikið kæristan mín í námi og ég er búinn að halda henni uppi. Ég var mjög mikið að pæla í hvort ég ætti að fara í nám eða ekki. Hvernig næsti vetur yrði. Hvernig við myndum, þú veist. Skólagjöldum og öðrum námskostnaði? Nei, já. Eða námsgögnum. Ég held að námsgögnum er alveg fínt. Og það, ég myndi alveg telja þetta er klárlega, ef þú þarft til þess að vera í náminu þínu þá er þetta námsgögn, það er bara þannig sem það er. Já. Og þannig er rauninni bara verið að skilja á milli þess að skilyrðislaussökun umframfærslu, hún hefur verið framfærslu, en ef þú kýst að fara í eitthvað nám sem að kostar meira, skólagjöld eða píplækningar, þá er það bara ekki endilega ríkisins að styrkja það. Ekki styrkja það, en lána þig. Já, eða stuðla að góðum lánamarkaði. Og þú getur, ég myndi alveg segja að þú þegar í háskóla í læknisfræðinu þá getur þú keypt fartölvu fyrir námið á svoleiðis láni. Það var ekkert, þú veist. Já, ekki það. Bara ef fólk vil taka lán, þá tekur það lán. Já, Coolio. Herðu, Coolio er mætur. Þá er það greinargerðin. Þurfum við að fara ekki að fara? Já, ég meina allavega svona vita á hún sér til. Af því að ef við ætlum að samþykkja þetta í vefkosningakerfi, þá er gott að vita sér til greinargerð. Greinargerðin er svona frekar stutt og einföld. Ég ætla aðeins að skrolla upp, þú séu að lesa. Og þetta endar á því að segja það sem að flestar stefnur hingað til hafa byrjað að segja. Þetta byggir á nokkrum ákvæðum úr grunnstefnu Pírata og áður samþykktum stefnum sem eru fíkni- og vímuefnastefna, endurhæfingar og örorkulífeyrir, stefnu velferðar og félagsmál, fjárhagslegu stuðningu við námsmenn, stefnu NPA og málefni spítalana. Þessar eldri stefnur, fyrir utan grunnstefnu, falla úr gildi en halda sér efnislega og ber að skoða sem ítarefni við þessa greiningar. Ég held að þetta náið í að við getum fellt hana á lista yfir gildandi stefnur. En svo í framtíðinni, ef við skiptum skoðun að bara einhver stefna sé ekki lengur með gildi sitt, þá er þetta að setja þá breytingartillögu á þessari stefnu og taka hana út úr þessari upptalningu. Já, þetta er svona. Ef við myndum ákveða það. Eina sem ég sé af þessari aðferð er að til dæmis málefni spítalana, það eru fleiri atriði þar inni heldur en koma fram í þessari stefnu. Þannig að þá myndi ég, ef við fyrir síðan aftur setna í samskonar stefnu heilbrigðismál, að þá myndi ég aftur fella hún út þar. Eða í lok greinargerðar, þá fellur hún út af því að það er einhver ákvæði í henni sem að koma þar inn í heilbrigðisstefnuna. En aðalatriðið er að stefnur sem að falla úr gildi, þær halda sér efnislega, efnið þeim er ennþá gott og gilt og skoðast sem ítarefni. Halda gildi? Nei, þær falla úr gildi en halda sér efnislega og virka sem ítarefni. Já, setningin fór ekki mjög. Já, það vantar eitthvað lesblindu þarna. Heyrnarblindi. Heyrnarblindi, já, ok. Já, en að öðru leyti þá er þessi greinargerð bara ofsalega almenn. Við ákváðum þetta ráðan að bæta inn í einhverjum 2 punktum sem ég notaði hjá mér. En greinargerðin er í rauninni bara til að útskýra greinarnar sem eru þá aðalatriði í stefnunni. Viljið þið lesa þetta upp eða viljið þið lesa þetta bara á skjánum? Ég er bara að lesa það. Minnka húsnæðisskerðingar og tryggja fjárhagurinn. Er það ekki? Draga úr húsnæðisskerðingar. Jú, maður breyta því. Það sem greinargerð gerir í rauninni ekki mikið nema ef það kemur upp einhver, bara eins og með lög landsins og reglugerðir, ef það kemur upp einhver ágreiningur hvernig á að túlka eitthvað, þá er hægt að fara stundum í greinargerðina og sjá að svona var þetta meint. Við höfum svo oft þurft að leita í greinargerð og við höfum svo oft orðið fyrir vonbrigðum með það að einhver hafi ekki verið nógu ítarlegur í greinargerð. En maður móti kemur Hjá Pírötum? Já. Í alvöru? Já. Okay. En við höfum líka oft verið bara eitthvað svona, oh my god, akkur var þessi manneskja að skrifa 15 blaðsíður með það. Stundum er það nefnilega gífurlega langar.
Þetta að sjá greinargerðina við sko skóla og fjölskyldustefnu í Reykjavík, hún alveg rosaleg sko. Og velferðarstefnu í borginni alveg rosalega löng. Ég veit hverju voru að baki skólastefnun allavega. Já. Ég meina ég var inn í þeim öllum sko, en já, Bergþór og Rannveig og þeir voru inn í þessu. En já. En í þessu tilfelli þá þetta mjög almenn greinagerð sem svona nefnir lauslega það sem stendur í stefnuatriðunum og síðan bara í lokin sagt að gömlu stefnurnar halda sér sem hluti á greinagerðinni. Erum við ekki bara drífa okkur? Erum við ekki bara sátt við það að þetta fari svona í kostningakerfið? Má ég sjá Þurfum að kjósa. greinarnar? Bara til forvitni. Hvert ertu kominn? Nei, greinarnar uppi. Já, greinarnar uppi. Það sá bara 9. Sérstaklega einhanda sem ég var að sjá í. Og það samþykkja editinn mín svo að tölurnar haldi sér og svo þetta lítið skikkan út. Lítið betur út, rétt. Meðan Albrecht að því, þá ætla ég að sjokkar ykkur með því að Þórhildur Sunna og Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, eru á Evrópuráðsþingi saman. Bergþór að nota það tækifæri til þess að kvarta undan ósanngirninni sem hann var fyrir að sínu mati í klaustursmálinu. Snillingur. Fórnarlambsvæðing. Gott að vera að segja þetta í upptöku líka. 6 og niður. Og kallar eftir því að Evrópuþingið fari sér hægt að því varðar viðurlög vegna kynferðislegra áreitna á þjóðþingum. Hann alveg bara gjörsamlega. 6 og niður. Hérna, já. 6 í down. Ég pæla í þetta, svona pandera í beisin, eða svona reyna bara að tala við fólki sem styrir þig nú þegar og ekkert reyna að ná til annars fólks. Get ekki trúa að þetta gengur til langs tíma. Bara veit ekki. Ég vil ekki trúa því heldur, en það bara samt svolítið þannig. Þið vitið að við erum í upptöku, sko. Þannig að ef við erum að tala eitthvað fólk út í bæ, þá kannski ekkert sniðugt að vera með. Ég að tala þingmann sem hvers orð og gjörðir varða almannahag. Það rétt. Ég bara... Eigum við að kjósa hvort að þessi stefna fari í vefkosningu hjá Pírötum á landsvísu? Já. Þannig að þeir sem eru sammála því að þetta fari í vefkosningu, réttu bent. Ertu ekki með, Rúnar? Það er bara að fljúa að græja en ekki veist. Samþykkt með næstu því öllum atkvæðum. Öll nema Rúnars. Þá beini ég því til framkvæmdastjóra sem að koma þessi í vefkosningu bara í allar fyrsta. Já, en maður við treysta þér fyrir því að koma því, ég segi ekki inn á vefkosninguna en allavega til þeirra sem geta komið í vefkosninguna. Já, ég bæði kann að undirbúa en ég starfsfólki bara að gera þetta. Já, ég meina bara, þú veist að, láta þau vita það? Eitt að lokum kannski, félagsleg velferð eða viljum við láta þetta heita velferðarstefna? Velferðarstefna. Ég fíla hitt. Fyrir að kjósa aftur. Nei. Félagsmálastefna. Félagsstefna. Ég segi bara félagsleg velferð, það er bara fínt. Velferðarstefna tekur fram að þetta sé stefna, félagsleg velferð hljómar ágætlega. Félagsleg velferðarstefna? Af því að velferð getur líka verið í sjúkrahúsin og menntastefnan og eða þú veist. Já, það er sem við vorum að tala þegar við vorum að segja. Já, í víðtækasta skilningi, sko. Þá heitir þetta félagsleg velferð eins og við húsum. Flott. Ég er ógeðslega svöng og temmilega þreytt, þannig ég er að pæla ykkur að kveðja. Já. Mjög fínt. Takk fyrir. Það var gaman að kynna stílur. Nei, það er svo veist. En já,